Góðan dag og verið velkomin í þennan loka hnykk á kosningavöku hér í sjónvarpinu. Já, það óhætt að segja að kosninganóttin hafi verið í meira lagi söguleg. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut sína verstu útreið fyrr og síðar og í fyrsta sinn á lýðveldistímanum hafa vinstriflokkarnir burði til að mynda tveggja flokka ríkisstjórn sem styðst við meirihluta þingmanna. Fjölmargir taka nú sæti á Alþingi sem ekki hafa setið þar áður. Þeir komu í stað ráðherra og reyndra þingmanna sem mistu sæti sín í nótt. Þetta var löng kosninganótt og síðustu tölur voru lesnar upp á 10. tímanum í morgun. Við ætlum að fara ítarlega yfir úrslitin bæði á landsvísu og í einstökum kjördæmum og fá við þeim viðbrögð. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, leggur mat á stöðu og horfur og Egill Helgason fær til sín einvala lið til að ræða málin. En við skulum byrja á sjálfum úrslitunum. Bogi Ágústsson tekur við. Úrslitin í alþingiskosningunum 2009 lágu fyrir upp úr klukkan 9 í morgun þegar að loka tölur bárust úr norðausturkjördæmi frá Akureyri og úrslitin urðu þessi. Vinstrihreyfingin Grænt framboð fékk 21,7%, 14 þingmenn bætti við sig 5. Samfylkingin fékk 29,8%, 20 þingmenn bætti við sig 2. Lýðræðishreyfingin fékk 0,6% og engan þingmann. Borgararhreyfingin fékk 7,2% og 4 þingmenn. Frjálslyndi flokkurinn fékk 2,2% og tapaði þeim 4 sem hann fékk kjörna árið 2007. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 23,7%, 16 þingmenn tapaði 9. Framsóknarflokkurinn fékk 14,8%, 9 þingmenn vann 2. En þetta munaði mjóu, síðustu tölur breyttu hlutunum, þá féll framsóknarmaður út og sjálfstæðismaður kom inn og ef við kíkjum aðeins á þetta þá sjáum við að það munaði 32 atkvæðum og þá skulum við hafa í huga að árið 2007 þá munaði aðeins 12 atkvæðum og þá var það líka framsóknarmaður sem hefði verið næst í að komast inn. Og þetta sem sagt skiptingin milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Við fáum regnbogan hér upp úr gólfinu til þess að sýna okkur þetta og þar sjáum við að 34 þingmenn styðja stjórnina, stjórnarflokkana og það 51,5% atkvæða að baki þeim. Og það þá þar að leiðandi 29 þingmenn sem eru ekki stuðningsflokkar stjórnarinnar. En það möguleg önnur stjórnarmynstur og Ólafur Harðarson, prófessor, nefndi í nótt þann möguleika að þeir flokkar sem hafa lýst yfir stuðningi við það að sækja aðild að Evrópusambandinu mynduðu stjórn, þar sé að Samfylkingin, Framsóknarflokkur og Borgararhreyfingin. Það fleiri möguleikar á stjórnarmyndunum en þeir svona heldur ólíklegri og það verður að minnast þess að stjórnarflokkarnir lýstu fyrir kosningarnar vilja sínum til þess að starfa áfram. Hvorki fleirinni færi en 27 nýjir þingmenn taka sæti á Alþingi og 8 þingmenn falla af þingi. Já, og þingmenn voru að komast inn á þing og detta út af þingi fram á morgun og nú ætla Bogi að rýna nánar í þetta. Nýjir þingmenn í Reykjavík norður Valgerður Bjarnadóttir, sviðsstjóri Reykjavík, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins og skipulagsfræðingur í Reykjavík og Þráinn Bertelsson, rithöfundur í Reykjavík. Og nýjir þingmenn í Reykjavíkurkjördæmi suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur í Reykjavík, Skúli Helgason, stjórnmálafræðingur í Reykjavík, Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi Reykjavík, Lilja Mósesdóttir, hagfræðingur Reykjavík, Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur Reykjavík og Birgitta Jónsdóttir, skáld Reykjavík. Og nýjir þingmenn í suðvesturkjördæmi Magnús Orri Schram, markaðsstjóri í Kópavogi, Guðfríður Lilja Gretarsdóttir, framkvæmdastjóri Reykjavík og Þór Sari, hagfræðingur á Álftanesi. Og nýjir þingmenn í norðvesturkjördæmi Ólína Þorvarðardóttir, þjóðfræðingur á Ísafirði, Lilja Rafney Magnúsdóttir, vaktstjóri Þingeyri, Ásmundur Einar Daðason, bóndi, Lambeyrum Laxárdal, Gunnar Bragi Sveinsson, sveitarstjórnarmaður Sauðárkróki og Guðmundur Steingrímsson, blaðamaður á Háskólanum í Reykjavík og lokum Ásbjörn Óttarsson, skipstjóri Rifi. Og nýjir þingmenn í norðausturkjördæmi Sigmundur Ernir Rúnarsson, rithöfundur og fjölmiðlamaður Akureyri, Björn Valur Gíslason, skipstjóri Akureyri, Huld Aðalbjarnardóttir, menningar- og fræðslufulltrúi Víðiholti í Reykjahverfi,
og Tryggvi Þór Herbertsson, prófessor í Reykjavík. Og nýjir þingmenn í Suðurkjördæmi eru Oddný Harðardóttir, bæjarstjóri í Garði, Róbert Marshall, aðstoðarmaður ráðherra í Reykjavík, Sigurður Ingi Jóhannsson, dýralæknir Syðra Langholti, Hrunamannahreppi, Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri Hvolsvelli. Og þetta eru sem sagt þeir þingmenn sem nú taka sæti á Alþingi Íslendinga. Og það urðu að sjálfsögðu mikla breytingar á stöðu flokkana á þingi í kosningunum í gær. Og við rættum við formenn flokkana nú í morgun þegar úrslit kosningana lágu fyrir. Vinstri grænir fengu 14 þingmenn og bættu við sig 5 mönnum. Gaman að vakna bara á þessum ágæta degi eftir að vísu frekar lítinn svefn því að það tók sinn tíma að fá botn í úrslitin og þetta var spennandi fram í lokin. Þetta eru gríðarlega öflug vinstri sveifla, þetta eru söguleg kosningaúrslit. Að það sé hér komin vinstri stjórn, félagshyggju hrein vinstri græn stjórn með þingmeiri hluta baki sér því það núverandi ríkisstjórn í raun og veru í dag. En þó ósamið Evrópusambandsmálin milli stjórnarflokkana. Nú búið að kjósa. Við erum í ríkisstjórn í samstarfi við Samfylkinguna. Við fengum meiri hluta, náðum glæsilegum árangri og sá sigur nú að langstærstum hluta til okkar megin. Það erum við sem leggjum hinni nýju ríkisstjórn til 5 nýja þingmenn henni til stuðnings. Samfylkingin 2 ef ég man rétt endanlega úrslit. Þannig að menn skulum hafa það í huga að það erum við sem erum stóri sigurvegari kosninganna. Sjálfstæðisflokkurinn galt afhroð í kosningunum og misti 9 þingmenn af 25. Já, það má kannski segja að við höfum verið að bíða eftir því að sjá hversu skellurinn stór. Okkur var löngu ljóst að kjósendur höfðu yfirgefið okkur í stórum hópum. Ég verð að segja að svona í morgunsárið þá eru það gleðitíðindi að við náðum einum viðbóta þingmanni, 16. þingmannanum og mætum bara upplit stjórn til leiks. Margir telja Sjálfstæðisflokkurinn hafi tapað fylgi með því að hafna aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Ég hefði vel getað fellt mig við þá tillögu sem var lögð fyrir landsfundinn. Það er að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hefði þá átt frumkvæði að því að Evrópumálin yrðu lögð í þjóðaratkvæðagreiðslu. Spurningin það sem sagt hvort að við ættum að fara í aðildarviðræður. En þetta var niðurstaða landsfundar og maður kvenkar sér ekki undan henni, ekki frekar heldur en við sjálfstæðismenn kvenkum okkur undan niðurstöðum kosningana. Nú ætlum við að láta þetta mótlæti blása okkur nýjan baráttuanda í brjóst og sækja fram. Framsóknarflokkurinn fær 9 menn og bætti við sig 2. Á heildrinum litið ég sáttur við niðurstöðu míns flokks. Það þetta mjög svekkjandi að missa 10. mannin þannig rétt í lokin. Við tókum þetta á lokasprettinum, svoleiðis að ég gerir ráð fyrir að það hafi eitthvað vantað upp á hjá okkur í utankjörfundaratkvæðum. Við hefðum alveg getað notað viku í viðbót í kosningabaráttu. Þegar við komumst í kosningabaráttuna og ræða málin, þá fóru hlutirnir að snúast með okkur, svoleiðis að meiri tími hefði komið sér vel. Eins og fram hefur komið í nótt, þá allt í einu komin upp þessi staða að það möguleiki að mynda ríkisstjórn Evrópumálin, þar að segja með aðkomu samfylkingar, borgarhreyfingar og ykkar. Er það eitthvað sem kemur til greina þínum mati? Ég held að stjórnarflokkarnir hljóti að byrja á því að ræða saman eins og þeir gerðu ráð fyrir. Maður sér ekki alveg hvernig þeir ætla að ná saman Evrópumál miðað við það sem þeir hafa sagt, en við skulum sjá hvað setjum með það áður en að ég fer að tjá mig aðra möguleika. En ég spyr aftur, kemur þetta til greina? Myndu þið segja nei ef til ykkar verið leitað? Kemur alveg til greina að ræða við hvaða flokk sem erum að mynda stjórn. Það fer að sjálfsagt í hvað við ná saman Frjálslyndi flokkurinn þurrkaðist út. Að sjálfsögðu ég ekki sáttur við þetta. Bara mikil vonbrigði að við skildum ekki ná eyrum fólks með meiri hægt heldur en raun var á. En hvað þýðir þetta fyrir flokkinn? Já, það er náttúrulega, pólitík heldur nú alltaf áfram og það er bara fólki sjálft sem að ákveður það hvernig það vil vinna í pólitík framundan eftir 1 ár eru sveitarstjórnarkosningar og menn verða bara að horfa til þeirra framtíðar sem að framundan er. Ég ger nú ekki ráð fyrir því að flokkurinn sinni eitt að gefast upp. Við munum örugglega standa okkar vakt og með okkar aðhaldi bæði með málflutningi og greinaskrifum. Borgararhreyfingin var aðeins stofnuð fyrir 9 vikum en kom 4 mönnum á þing. Ég náttúrulega að fara að byrja í einhverju vinnu sem ég veit sjálfur sér afskaplega lítið hvernig gengur fyrir sig öðruvísi heldur en það sem maður hefur séð svona í fjölmiðlum og
það að byrja í nýrri vinnu tekur smá tíma bara, en það baráttuandi í mér. Ég finn það þó ég sé ekki búin að sofa mikið í nótt þegar ég vaknaði á þann, þá var ég strax farin að semja ræður svona í huganum, þannig að þeir fá að heyra það. Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar, segir að hún muni hefja viðræður við formann Vinstri grænna strax í dag framhald ríkisstjórnarsamstarfsflokkana. Hún segir meirihluta fyrir því á Alþingi að hefja aðildarviðræður við Evrópusamband. Já, ég fagna náttúrulega mjög þessari niðurstöðu fyrir hönd okkar Samfylkingar, eins og ég hef sagt að þá þetta sögulegur viðburður og að við jafnaðarmenn séum orðin stærsti flokkurinn á Íslandi og að félagshyggjuflokkar og jafnaðarmenn hafi hér góðan meirihluta, þannig að það er söguleg tíðindi. Ertu búin að ræða við einhverja núna í morgun? Nei, það liggur út af fyrir sig ekki á. Samfylkingin og Vinstri grænir eru með góðan meirihluta, þannig að það liggur til dæmis ekki sérstaklega á því stjórnskipulega að ég fari og ræði við forseta Íslands, en sem að ég ætla mér nú samt að gera á morgun, að fara yfir forseta Íslands, fara yfir þessa stöðu með forseta Íslands og síðan mun ég í dag að þá munum við Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, við munum tala saman og meta stöðuna og hvernig við förum í framhaldið og það sem mikilvægast að við fáum einhverja skýra sín á hvort við náum sameiginlega lendingu að því varðar Evrópu aðildina. Þetta náttúrulega einn skilaboðin úr þessum kosningum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það mín túlkun á þessu og það raunverulega meiri hluti fyrir því á Alþingi burt sér frá afstöðu Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Það ágætt að hafa það í huga. Og þetta verður það forgangsmál sem við munum leggja áherslu á að fá niðurstöðu í. Og eins og ég hef sagt að þá nauðsynlegt að fara strax í aðildarviðræður til þess að fólk viti hvað upp á borðinu, hvaða kostir eru til staðar og hvað á að kjósa í þjóðaratkvæða greiðslu. En þú nefndi það réttilega, það annar möguleiki sem ríkisstjórn ykkar með aðkomu framsóknarmanna og borgarahreyfingarinnar. Þar komin meiri hluti fyrir því að fara í þessar aðildarviðræður. Kemur slík stjórn til greina? Munið eitthvað ræða við formenn þeirra flokka til að byrja með? Ég tel það að fara sælast fyrir þjóðina að Vinstri grænir og Samfylkingin nái saman almennt þjóðmálin og það ekki mikið ef nokkuð sem að bera á milli nema Evrópusambands aðildin og ég trúi því að við náum lendingu í því. Það miklu lakari kostur að leita annað. Sagði Jóhanna Sigurðardóttir nú rétt áðan, en þess má geta að Ástþór Magnússon, formaður lýðræðishreyfingarinnar, vildi ekki ræða við fréttastofu Ríkisútvarpsins í dag. Söguleg kosninganótt að baki. Það mikil nýliðun eins og komið hefur fram hér á undan. Vinstri flokkarnir geta myndað meirihluta á Alþingi í fyrsta sinn og Evrópumálið verður án nokkurs vafa í brennidepli á næstu misserum. Þessar kosningar gefa tóninn það. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. Þú hefur fylgst grannt með í alla nótt, grannt með gangi mála. Hver eru stærstu tíðindin að þínu mati? Það nú það sem menn voru að telja hér upp í innganginum. Þetta er algjörlega nýtt landslag í íslenskum stjórnmálum. Sjálfstæðisflokkurinn með sína verstu útkomu, hann ekki stærstur í fyrsta skipti. Vinstri flokkarnir, eða sósíalísku flokkarnir, sósíaldemókratar og vinstri sósíalistar geta myndað meirihluta í fyrsta skipti í Íslandssögunni. Það hafa aldrei jafnmargar konur verið á þingi, það hafa aldrei jafnmargir nýir komið inn á þing. Og núna virðist eins og forsætisráðherra var að segja að þá þingmeirihluti fyrir, eða virðist vera þingmeirihluti fyrir aðildarumsókn að ESB, þó að það sé reyndar ekki sami meirihlutin og líklegasti stjórnarmeirihlutin. Sumir segja dálítið kaldhæðnislega að aðstæður í þjóðfélaginu, aðstæðurnar séu með þeim hætti að það sé ekki tjaldað til margra nótta, það hljóta að verða aftur þingkosningar innan 12 mánaða. Já, ef það verður samið ESB og aðildarsamningur yrði samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá augljóst að í framhaldi af því þyrftu að vera nýjar kosningar. En ef þú ert að vísa til þess hvort að tveggjaflokkastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna gæti lifað eða hvort hún myndi springa eins og til dæmis Vinstri stjórninni eftir kosningasigur Vinstri manna 1978 þegar þeir reyndar fengu ekki nema 45% segir maður í samanburðinu núna, hún sprakk eftir ár. Það held ég að sé ómögulegt að segja. Það áreiðanlega mjög mikill metnaður í þessum tveim flokkum ef þeir ná saman sem ég held að þeir geri að láta þetta stjórnarsamstarf ganga en hins vegar líka alveg ljóst að viðfangsefnin á
á næstu vikum og mánuðum eru gríðarlega erfið. Og það náttúrulega, Evrópumálið verður aðalmálið á næstu vikum og mánuðum. Evrópumálið hlýtur að verða í brennidepli. Í rauninni ágreiningurinn milli Vinstri grænna og Samfylkingarinnar hefur snúist bara það í rauninni, hvort það eigi að vera 2 þjóðaratkvæðagreiðslur eins og Vinstri grænir lögðu til, eða 1 eins og Samfylkingin lagði til. En við getum kannski fengið myndir af svona þróunin á fylgi flokkana, ef við fengjum kannski fyrst mynd af fylgi Sjálfstæðisflokksins. Það verður kannski einhver bið á því, Ólafur, reyndar með þessa bið, nei, með þessar myndir, segi ég. Við ætlum samt fara aðeins yfir það stuttlega með flokkana. Já, það sem er að gerast með Sjálfstæðisflokkin er það að hann er, eins og ég segi, að fá sín verstu sögulegu úrslit. Næst verstu úrslit sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið voru 1987 þegar að Borgaraflokkurinn var klofningsflokkur og fékk hátt í 10% atkvæða og þá fór Sjálfstæðisflokkurinn niður í 27%. Hann hins vegar rétti sig þá við strax í næstu kosningum og auðvitað vona Sjálfstæðismenn núna að það mun ekki líka gerast í þetta skiptið, en hins vegar er þá áhyggjuefni fyrir þá að þetta kynni að reynast varanlegri minnkun, eins og til dæmis gerðist varðandi Sjálfstæðisflokkin í höfuðborginni eftir að hann misti meirihlutann þar 1994 og hefur í rauninni ekki átt möguleika síðan á hreinum meirihluta. En nú eru myndirnar tilbúnar ef við fáum upp myndina kannski fyrir Sjálfstæðisflokkin. Byrjum á þeim. Við vorum að fá þau skilaboð að myndirnar væru tilbúnar en það eru greinilega ekki tilbúnar. Nei. Nú, þá getum við kannski aðeins nefnt Framsóknarflokkin, hann er í rauninni að bæta við sig. Sjálfstæðisflokkurinn reyndar, hann tapar í þessum kosningum einhverjum 13% og það er eitthvað mesta tap held ég bara sem ég man eftir hjá nokkrum flokki í nokkrum kosningum. Nú, Framsóknarflokkurinn er hins vegar að bæta við sig 3% og er í rauninni að fá miðað við allt og allt bara mjög þokkalega útkomu. Hann er reyndar með bætir við sig 3,1. Þarna kemur myndin að B-listanum og þarna sjáum við í rauninni það sem við vorum að tala um. Við sjáum að lægðin er 1987 og svo núna. En í rauninni er það kannski enn verra fyrir Sjálfstæðisflokkin að hann er ekki stærsti flokkurinn. Hann getur bara myndað 2 flokkastjórn núna með Samfylkingunni. En Samfylkingin getur í rauninni myndað 2 konar 2 flokkastjórnir, meirihlutastjórnir, annars vegar með Vinstri græn og hins vegar með Sjálfstæðisflokknum og það er staða sem að hingað til Sjálfstæðisflokkurinn hefur eitt verið í. Viltu aðeins kannski segja hverja líkurnar, hvort þú telur einhverja líkur á því einmitt? Sjálfstæðisflokk og... Nei, með Samfylkingu, Borgaraflokk og Framsókn. Ég held að það sé afskaplega ólíklegt. Ég held að það sé eins og forsætisráðherra sagði áðan að þá voru í raun, og það er mjög óvenjulegt í íslensk pólitík, að flokkar séu búin að binda sig fyrir kosningar, en núna voru Samfylking og Vinstri græn búin að segja það fyrir kosningar að þau stendur mjög ákveðið að mynda stjórn, þannig að þau væri í rauninni að svíkja fyrir heitaðu myndana ekki. Sögðu það ákveðið, en formaður Vinstri grænna sagði hins vegar á föstudeginum hér hjá okkur að það kæmi honum á óvart hversu hart þau sættu væru að sækja Evrópusambandsaðildina Samfylkingin síðustu daga eins og hann orðaði. Þau voru ekki búin, sko ég átti nú ekki von á, þó ég heyrði þessi ummæli, átti nú ekki von á því að það myndi á neinu öðru heldur en að þau myndu leysa það. Ég held að þau hafi bara verið þarna rétt fyrir kosningarnar að leggja áherslu á sína sérstöðu. Samfylkingin vildi ekki tapa Evrópusinnum, Vinstri grænir vildu ekki tapa andstæðingum. Þannig að þeir sögðu bara, þetta verður leyst í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það verða 2 eða hvort hún verður 1, það leysum við eftir kosningar. En þessi mögulega 3 flokkastjórn sem hún nefndir, sem sé þeirra sem vilja sækja aðild, hún styrkir náttúrulega mjög stöðu Samfylkingarinnar og í rauninni sýnist mér að Vinstri græn hafi ekki aðra möguleika heldur en að mynda stjórn, eða sem sé að fallast á það að sækja aðild ef þau vilja fá þessa stjórn vegna þess að það er í rauninni þingmeirihluti fyrir aðildarumsókn. En við munum að Steingrímur J. Sigfússon sagði býsna ákveðin hérna rétt fyrir kosningar að það væri einfallega þannig að tafarlaus umsókn aðild í júní, eins og reyndar Samfylkingin hafði talað að það yrði einfallega fellt í stofnunum Vinstri grænna, hann hefði ekki umboð til að semja um. Já, hann sagði það á þeim tíma, þá var þessi staða ekki ljós. Nei. Og ekki skal ég fullyrða hvað Vinstri grænir gera, en þetta er alveg ný staða og menn verða að spila úr henni og það kæmi mér satt best að segja á óvart ef að Vinstri græn mætu það þannig að þau vildu frekar sem sé neita aðildarumsókn
og ef að það þýddi líka að þessi stjórn kæmist ekki á koppinn með Samfylkingunni, þannig að þeir eru í rauninni í valþröng vegna þess að hin stjórnin þriggja-flokka-stjórnin væri möguleiki sem að Samfylking gæti í rauninni hóta með og svo náttúrulega auðvelt fyrir Vinstri græn að vísa til þess að það þingmeirihluti fyrir hinn. En ef að skoða fleiri flokka, þá getum við fengið mynd upp af næsta flokki. Ef við getum fengið Framsóknarflokkin, já. Þá sjáum við að hann þarna aðeins að bæta við sig. Framsóknarflokkurinn var lengi vel 25% flokkur í flestum kosningum. Síðustu 20 árin hefur hann verið svona eða kringum 20%. Datt niður í 13 síðast, 12-13 og aðeins að bæta við sig núna. Hann getur ágætlega viðunað. Ef við fáum þá Samfylkinguna næst, þarna höfum við Samfylkinguna rauða en jafnaðarmannaflokkin gamla, þar að segja alþýðuflokkin á undan, og þarna markverðast auðvitað að við sjáum að Samfylkingin, þó að henni tækist ekki að sameina alla vinstrimenn í einn flokk, að þá náttúrulega Samfylkingin miklu stærri heldur en krataflokkurinn gamli var, og Samfylkingin sem sé búin að vera þá á þessu róli 27 til 31% og þó að hún bæti við sig núna 3%, þá hún samt ekki alveg að ná fylginu sem hún fékk 2003. En þeir sem mest bæta við sig eru Vinstri græn. Ef við skoðum Vinstri sósíalistana, þarna eru Vinstri græn sem sé gul eða hvað það nú hitt eru svo eldri flokkar Vinstri sósíalista. Það er að segja kommunistaflokkurinn fyrst, svo sósíalistaflokkurinn og alþýðubandalagið. Margfalda fylgið á fáum árum. Og við sjáum náttúrulega að þetta mjög glæsilegur árangur hjá Vinstri grænum sem að byrja þarna í tvennum kosningum eða í kringum 9%, fara síðan í milli 14 og 15 2007 og eru svo komin í yfir 20% núna. Og í rauninni þetta næst besti árangur sem að Vinstri sósíalistar hafa náð. Þið sjáum þarna 1978 þegar að A-flokkarnir unnu mikinn sigur, þá var alþýðubandalagið með 22,9% en þetta auðvitað mjög glæsilegur árangur hjá Vinstri grænum. Nú ef við sjáum við síðan aðra, á þessari mynd sjáum við að súlan 87 svo langhæsta, hún 25%. Þá fékk fjórflokkurinn bara 75% atkvæðana. En eiginlega í öllum öðrum kosningum eru aðrir með innan við 10%. Og við sjáum að núna þá þetta í svona kringum 10% og það aðalega borgararhreyfingin sem að að fá það. Frjálslyndir náttúrulega að tapa 5% þarna. Borgararhreyfingin í rauninni að fá mjög fína kosningum með 7,3%. Sem að reyndar virðist vera svolítið töfra að tala því að ef ég man rétt þá var bandalag jafnaðarmanna nákvæmlega með 7,3, Þjóðvæki var með 7,3 eða rétt þar og frjálslyndir sennilega tvisvar. En endurnýjunin sem sé breytingin í kosningunum varð sem sé ekki út af því að það væru aðalega við að færa yfir á 9 flokka, gömlu 4 flokkarnir stóðu sem sé héldu sínu. Og þarna sjáum við komið með mynd af 9 þingmönnum endurnýjuninni og núna voru þetta 27 þingmenn sem komu upp. Það hátt í helmingur þingmanna og þetta mesta endurnýjun eins og við sjáum sem nokkur tíman hefur verið. Næst mest var hún síðast og 1991. Þannig að endurnýjunin í þinginu er mjög mikil. Þannig að við sjáum að þessar kosningar eftir þessar efnahagshörmungar og í haust að þeim hefur í rauninni fylgt núna svona pólitískur landskjálfti ef menn vilja. Svo erum við með hlutfall kvenna. Já, þarna höfum við hlutfall kvenna á þinginu í heild og við sjáum að frá 1979 hefur það aukist úr 5% sem það var þá og þá kemur kvennalistinn til og þetta fer að hækka. Núna það hins vegar það hæsta sem það hefur verið 43% og sem sé að nálgast helming. Við getum líka séð þetta í kjördæmum. Já, að sjá þetta kjördæmum að fá skilti. Og þá sjáum við að þetta eins og það hefur reyndar oftast verið að það eru landsbyggðarkjördæmi sem skera sig úr. Það norðvestur og norðaustur þar sem það ekki nema 20% kvenna. Nú hins vegar það hér bil helmingur í Reykjavík norður og í suðurkjördæminu og í Kraganum, suðvesturkjördæminu og í Reykjavík suður þetta næstum því 2/3 þingmannanna sem eru konur. Og þarna sjáum við þróunina. Rauða súlan þarna eru konur í Reykjavík, fjólubláa súlan konur
í Kraganum og Reykjaneskjördæmi þar á undan og græna súlan fyrir svo landsbyggðarkjördæmin og við sjáum að mjög lengi hefur það verið þannig að í Reykjavík og Kraganum þá hefur nánast verið jafn hlutur kynjanna eða nálægt því. Það í rauninni landsbyggðin sem hefur tosað meðaltali niður og gerir það ennþá þó að hins vegar hlutfallið í heild sé komið þetta hátt að það komið í 43%. Við ætlum aðeins að fara í annað núna. Ólafur, þú ætlar að sitja hérna hjá okkur áfram. Við ætlum að segja ykkur frá því, eins og við reyndar vorum að ræða hér áðan, að þó að Samfylking og Vinstri græn hafi sagst ætla að ganga bundin til kosninga ljóst að Samfylkingin getur einnig mynda ríkisstjórn með Framsóknarflokki og borgarhreyfingu sem hefði aðildarviðræður að Evrópusambandinu á stefnuskránni. Og Magnús Orri Schram, nýkjörinn þingmaður Samfylkingarinnar, telur í því ljósi ekki sjálfgefið að núverandi stjórnarflokkar haldi samstarfi sínu áfram. Nei, reyndar ekki. Ég finn það fyrir sérstaklega höfum við samfylkingamenn fundið fyrir því í þessu kjördæmi hér að fólk vill fá að taka afstöðu til Evrópusambandsins. Og það ég hef orðað við mína kjósendur, við erum bundin Evrópusambandinu að þeir fá að taka afstöðu til þess vegna þess að við höfum talað það í málflutningi okkar að leiðin til endurreisnar felist í því að við skoðum hvað Evrópusambandið hefur í för með sér, þá sérstaklega fyrir peningastefnuna, gjaldmiðilinn og atvinnulífið. Þannig að ég vil líta svo á að við höfum sett það mál á oddinn og það mál hlaut greinilega hljómgrunn meðal kjósenda. Þannig að fyrsta mál við erum bundin Evrópusambandsumræðinni. Þannig að þessi SOP-stjórn, eins og við höfum ákveðið að kalla hana, hún myndi jafnvel hugnast hér? Já, eins og tölurnar að koma að þá getum við sjálfur sér við Samfylkingarmenn myndastjórn bæði með Vinstri grænum og svo þessum hóp, þá borgarhreyfingunni og Framsóknarflokk. Og það sjálfsögðu ljótu að velta því fyrir okkur. Við höfum talað fyrir því í okkar málflutningi við öll að þetta stórt atriði og trúverleiki okkar sjálfsögðu fyrir bí ef við ætlum að fara ekki að afslátta því. Talning atkvæða í Suðvesturkjördæmi dróst umtalsvert í nótt sökum þess að fjöldi atkvæðaseðla sem sendir voru út í kjördeildir stemdu ekki við þá seðlatölu sem kom tilbaka. Og það þurfti því að fara í gegnum öll atkvæðin aftur. Talningu í Norðausturkjördæmi lauk ekki fyrir en 9-leytið í morgun. Talning atkvæða gekk víðast hvar vel í nótt, ekki síst á höfuðborgarsvæðinu. Lokatölur í Reykjavíkur kjördæmunum komu á 4 tímanum og þá benti allt til að talningun í Suðvestur kjördæmi lyki svipa leyti. En síðan leið og beið. Talningamenn hér í kjörstjórninni þeir hafa lokið að fara í gegnum ónotuðu atkvæðaseðlana sem voru að koma tilbaka frá kjördeildunum. Það lék grunur á því að þar lægi þessi villa upp á einhverja tugi. Ég herði nú reyndar tölu upp í 100 atkvæði sem hefur ekki tekist að stemma af í rauninni, þar sem það að segja atkvæðin sem fóru út og atkvæðin sem komu tilbaka. Þar liggur sem sagt hundurinn grafinn. En það sem að menn eru byrjaðir að gera núna er að þeir eru að fara í gegnum öll 50.000 atkvæðin sem greiddu voru í Suðvesturkjördæmi í dag. Það svolítið verk. Mér sagt að þetta taki að minnsta klukkutíma. Þannig að staðan hér í Haukahöllinni þegar klukkan 6:36. Tæpum hálfum öðrum tíma síðar fannst loks rótu villunar. Já, ástæðan fyrir þessu sú að þau mistök urðu við uppgjör í einni kjördeild hérna í Suðvesturkjördæminu að utan kjörfundaratkvæði ákveðin fjöldi var óvart tekin með kjörfundaratkvæðum og sú tala sem þannig var fengin sem kjörfundaratkvæði fór síðan á flot á afstemmingarblaði og þetta stemdi á afstemmingarblaðinu frá kjördeildinni og þess vegna var því uppgjöri treyst hér við talninguna fyrir kjördæmið og við erum það hefur í raun og veru stemt hjá okkur í talningunni í allt kvöld og þetta kemur semst ekki ljós fyrir en við höfum ekkert eftir annað heldur en að leita að skekkjum í uppgjörunum frá einstökum kjördeildum og það það sem gerist hér. Talningun í Norðausturkjördæmi laukur mun síðar inn í Kraganum. Lokatölur þar voru ekki birtar fyrir 9-leytið. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir brýnt að taka vinnubrögð flokksins til gagngerrar endurskoðunar. Ragnheiður telur einsýnt að andstaða flokksins við aðildarviðræður að ESB hafi kostað hann umtalsvert fylgi í kosningunum. Já, ég held að það sé alveg ljóst að það mjög stór hluti sjálfstæðismanna sem hefði kosið að
að landsfundurinn hefði afgreitt Evrópumálum með öðrum hætti og þeir eru farnir yfir í Samfylkinguna. Það alveg ljóst. 10-12% af okkar fylgi hefur farið þangað út af Evrópumálunum. Varst þú ósátt við þá svona eindregnu afstöðu á móti aðild sem var tekin þar? Já, ég var það. Heldur að flokkurinn þurfa að endurskoða þessa afstöðu sín eitthvað? Að það verði partur af því að svona safna liði og hefna eftir þetta allt saman? Já, Sjálfstæðisflokkurinn, við förum náttúrulega bara sjálfstæðismenn í gagngera endurskoðun og viðhorfum og vinnubrögðum núna á næstu vikum og mánuðum og þetta bara eitt þeirra þáttar sem við tökum fyrir á þeim tíma. Það alveg ljóst. Flest bendir til að á næstu dögum færist nokkrir frambjóðendur niður sæti vegna mikilla útstrikana á kjörseðlum. Það var þó misjafnt eftir kjördæmum hvernig farið var með kjörseðla sem kjósendur höfðu breytt. Ekki höfðu mörg atkvæði verið talin upp úr kossunum þegar ljóst var að kjósendur höfðu nýtt sér rétt sinn vel til að strika út nöfn frambjóðenda. Í Reykjavík voru Guðlaugur Þór Þórðarson, Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Þráinn Bertelsson á meðal frambjóðenda sem fengu að kenna á blýantinum og heimildir fréttastofu herma að 15 kjósenda Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi hafi strikað yfir nafn Árna Johnsens. Þá strikuðu fjölmargir yfir nöfn Bjarna Benediktssonar, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur og Björgvins G. Sigurðssonar, svo nokkur dæmi séu nefnd. Á næstu dögum kemur í ljós hvaða áhrif útstrikaninnar hafa en nokkur vafi skapaðist í nótt meðferð kjörseðla sem hafi verið breytt með þessum hætti. Að því að var á talninguna fyrst þá það þannig að útstrikuðu atkvæðin þau eru tekin frá og flokku sérstaklega og þess vegna kann að vera í þeim tölum sem við sjáum núna þá vanti þá kunni svona hlutfarslega verða nokkra breytingar frá því sem núna fram að síðustu talningu vegna þess að útstrikuðu atkvæðin koma inn síðast. Og síðan verður það verkefni næstu 2-3 daga að greina þau nánar og átta sig á því hvernig þau koma út, hvað varðar einstakar persónur. En í lokatölunum í nótt ættu að sjást hvernig þau skiptast á milli flokka. Svo virðist hins vegar að eftir þessum fyrirmælum hafi aðeins verið farið í Reykjavíkurkjördæmi norður. Í hinum kjördæmunum 5 voru kjörseðlar sem búið var að breyta taldir með hinum seðlunum. Á þeim tæpu 12 klukkustundum sem kosningavakan okkar stóð yfir heimsóttu við fjölmargar kosningaveislur og bönkuðum upp á hjá fólki á afar ókristilegum tíma. Einn fyrsti viðkomustæður okkar í gærkvöld var við sjálft Alþingishúsið, en það má með nokkru rétti segja að þar hafi þetta allt saman byrjað í búsáhaldabyltingunni í byrjun ársins. Þar hittum við fyrir nokkra úr hópi svonefndra aðgerða sinna sem höfðu sér mikið í frammi á sínu tíma. Kosningaskapið virtist hins vegar hverfandi hjá þeim. Þetta skelfilegur dagur fyrir okkur og það að þessi svokallaða búsáhaldabylting hafi leitt til kosninga í vor eins og fjölmiðlar létu í veðri vaka að væri skýlaus krafa allra mótmælenda í öllum mótmælum. Það náttúrulega bara, að vissu leyti ósigur og mjög hræðilegt. Allir voru hins vegar í hátíðaskapi á kosningavöku Samfylkingarinnar á Grand Hoteli og þegar formaðurinn gekk inn í salinn ætlaði allt koll að keyra. Ég hrædd, stolt og auðmjúk á þessari stundu þegar við erum að upplifa þennan sögulega sigur jafnaðarmanna. Ég þakklát fyrir það að fá tækifæri til þess að standa í brúnni, vera formaður ykkar á þessum sögulegu tímamótum. Við heimsóttum fleiri kosningavökur, veislur og partí og auðvitað létu útsendarar okkar ekki undir höfuð leggjast að næra sig á leiðinni. Sigur Víman virtist líka hafa æst upp hungrið í nýbökuðum þingmönnum. Og ertu að fagna sigurinn bara með einni með öllu? Já, það besta leiðin til þess að fagna sigri. Það er að fá sér hérna eina á bæris bestu. Glæsilegt. Við viljum að reyna að finna einhverja fleiri hér. Góða kvöldi, má ég aðeins angra ykkur. Hvað hafið þið verið að fylgjast mikið með tölunum og því öllu í kvöld? Nei, frekar lítið. Ég veit ekkert. Ég hérna pappina Lilju. Svona leið þessi merka kosninganótt, hlátur og grátur í bland við tómat, sinneb og hráan lauk. Og þegar eldaði að degi var ekki annað eftir en að fara með stöku. Allt komið enn í hring, óbóðslega þjóðin sling. Ég komin inn á þing
í ofsakæti, dans og syng, en ég er ekki hærðingur því miður þannig að þessi vísa verður aldrei ort, en það búið að tala í alla nótt að hinn og þessi og séu komin inn á þing eða ekki en það hins vegar ekki alveg rétt því að við vorum allavega gáði hérna áðan og ég getur bara gengið og skugga það ég skipti fyrir öll að það enginn komin inn á þing í orðsins fyllstu merkingu, hér ekki nokkur kjaftur. Húsið verður án efa opnað fljótlega fyrir öllum nýju og gömlu þingmönnunum. Hveitibrauðsdagarnir verða hins vegar ekki langir, erfið úrlausnarefni bíða. En áður en að því kemur ætlum við að taka dálitla hringferð landið þar sem úrslit í kjördæmunum verða skoðuð nánar. Og úrslitin í Reykjavíkur kjördæmi norður urðu sem hér segir. Vinstri-hreyfingin Grænt framboð fær 24%, 3 þingmenn, hún fer úr 16,9% í kosningunum 2007. Samfylkingin fer úr 29,2% í 32,9% en tapar samt þingmanni. Lýðræðishreyfingin kemur ekki manni að, það gerir borgarhreyfingin hins vegar með 9,6% og fær 1 þingmann. Frjálslyndir kom ekki manni á þing, sjálfstæðismenn tapa talsverðu fari 21,4% úr 36,4% 2007 og tapa 2 mönnum. Og Framsókn fær mann í Reykjavík norður sem þeir ekki höfðu með 9,6%, þeir höfðu 6,2%. Og þá skulum við líta á hverjir eru þingmenn Reykjavíkur kjördæmis norður. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson, Helgi Hjörvar, Árni Þór Sigurðsson, Valgerður Bjarnadóttir, Pétur H. Blöndal, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Þráinn Bertelsson og jöfnunarmenn eru Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Álfheiður Ingadóttir. Og Reykjavíkur kjördæmi suður, úrslitin þar eru sem hér segir, Vinstri græn fá 22,9%, höfðu 14,4% en halda 2 þingmönnum sem þeir höfðu. Og Samfylkingin hafði 29%, fer í 32,9% og bætir við sig manni. Og lýðræðishreyfingin, hún fær heldur ekki mann, borgarhreyfingin fær með 8,7%, 1 þingmann, frjálslyndi koma manni ekki að, sjálfstæðismenn fá 23,2%, höfðu 39,2%, tapa 2 þingmönnum. Og framsóknarmenn fær í 9,7% úr 5,9% og fá þingmann. Þingmenn Reykjavíkur kjördæmis suður eru Össur Skarphéðinsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Svandís Svavarsdóttir, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Ólöf Nordal, Lilja Mósesdóttir, Skúli Helgason, Vigdís Hauksdóttir, Birgitta Jónsdóttir og jöfnunarmenn Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir og Birgir Ármannsson. Og þessu næst skoðar Bogi úrslitin í norðvesturkjördæmi. Úrslitin í norðvesturkjördæmi urðu þau að Vinstri-hreyfingin Grænt framboð bætti við sig 2 þingmönnum, fór úr 1 í 3 með 22,8% atkvæða, höfðu 16% atkvæða. Samfylkingin hafði 21,2% og fer í 22,7% og heldur þeim 2 þingmönnum sem þeir höfðu. Lýðræðishreyfingin fær engan, borgarhreyfingin fær engan, frjálslyndir fá engan, sjálfstæðismenn fara í 22,9% úr 29,1% og tapa 1 manni. Framsóknarflokkurinn fer úr 18,8% í 22,5% og bæta við sig manni. Og þingmenn norðvestur kjördæmis eru Ásbjörn Óttarsson, Jón Bjarnason, Guðbjartur Hannesson, Gunnar Bragi Sveinsson, Einar K. Guðfinnsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólína Þorvarðardóttir, Guðmundur Steingrímsson og jöfnunarmaður Ásmundur Einar Daðason. Og við höldum áfram rétt sælis landið, næst það norðausturkjördæmi. Og niðurstaðan í norðausturkjördæmi var sú að þar Vinstri-hreyfingin Grænt framboð stærsti flokkurinn með 29,7%, fer úr 19,6% og bætir við sig þingmanni. Samfylkingin, hún fer úr 20,8% í 22,7% og bætir einnig við sig þingmanni. Lýðræðishreyfingin, borgarhreyfingin, frjálslyndi flokkurinn fá ekki mann kjörinn, sjálfstæðisflokkurinn tapar manni, fer úr 28% í 17,5%. Og Framsókn tapar líka manni en bætir við sig fylgi, fer úr 24,6% í 25,3%. Og þingmenn norðaustur kjördæmis eru Steingrímur J. Sigfússon, Birkir Jón Jónsson, Kristján L. Möller, Kristján Þór Júlíusson, Þuríður Backmann, Höskuldur Þór Þórhallsson, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Björn Valur Gíslason, Tryggvi Þór Herbertsson og jöfnunarmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Og þá koma Suðurkjördæmi. Og úrslitin í Suðurkjördæmi urðu þau að Vinstri græn halda sínum eina þingmanni en bæta talsvert við sig fylgi, voru með 9,9% og fara í 17,1%. Samfylkingin bætir við sig manni en fer úr 26,8% í 28%. Lýðræðishreyfingin fær ekki mann en borgararhreyfingin fær mann kjörinn með 5,1% atkvæða. Frjálslyndi tapa þeim sem að þeir höfðu og Sjálfstæðisflokkurinn fær 26,2%, fer úr 36% og tapar manni. Framsóknarmenn fara úr 18,7% í 20% og halda þeim manni sem að þeir höfðu, halda þeim 2 mönnum sem þeir höfðu. Og þingmenn Suðurkjördæmis eru þessir: Björgvin G. Sigurðsson, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Atli Gíslason, Oddný G. Harðardóttir, Árni Jónsson, Eygló Þóra Harðardóttir, Róbert Marshall, Unnur Brá Konráðsdóttir og jöfnunarmaður er Margrét Tryggvadóttir. Og hringurinn lokast í Suðvesturkjördæmi. Og úrslitin í Suðvesturkjördæmi urðu þau að Vinstri-hreyfingin Grænt framboð fór úr 11,6% í 17,4% og bætti við sig einum þingmanni. Samfylkingin fer í 32,2% úr 28,4%, heldur þeim 4 þingmönnum sem að Samfylkingin hafði. Lýðræðishreyfingin fær ekki mann en borgararhreyfingin fær mann með 9,1%, Frjálslyndir fá ekki mann inn, Sjálfstæðismenn fara úr 42,6% í 27,6% og tapa 2 mönnum. Framsóknarmenn bæta talsverði við sig, þeir fara úr 7,2% í 11,6%, halda þeim manni sem að þeir höfðu í Suðvesturkjördæmi. Og þingmenn kjördæmisins, þeir eru Árni Páll Árnason, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Gretarsdóttir, Katrín Júlíusdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Sif Friðleifsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ragnheiður Ríkarsdóttir og Þór Sari og Ögmundur Jónasson. Jöfnunarmenn eru Magnús Orri Skram og Jón Gunnarsson. Þá þessari hringferð lokið, en Ólafur Þ. Harðarson situr hér enn hjá okkur. Ólafur, fórum aðeins áðan yfir fylgisþróun flokkana, kynjahlutfall og fleira. Við eigum eftir að fara aðeins yfir aldursdreifinguna til dæmis. Já, við eigum hérna eftir örfá á fróðleiksmóla, áður en að stjórnmálafóringarnir komast hér að. Ef við fáum myndin af aldursdreifingunni þá sjáum við að það er ekki bara mikil endurnýjun og fleiri konur, heldur líka þingið að yngjast. Hópurinn sem að sérstaklega milli fertugs og 50 er mjög að vaksa, reyndar var meðalaldurinn síðast 49 ári en er núna 46, en sem sé það er samt að yngjast. Nú ef við fáum þá næst mynd af kjörsókninni, kjörsóknin núna var 85,1% og Íslendingar hafa lengi verið með mjög mikla kjörsókn, hún var hérna áratugum saman eins og við sjáum á myndinni 90%. Núna er hún meiri heldur en síðast, hún er líka meiri heldur en hún var 1999 og þetta verður í alþjóðlegum samanburði að teljast mikil kjörsókn. Nú, menn veltu fyrir sér auðum og ógildum seðlum. Þarna höfum við mynd af auðum og ógildum frá 1974 og við sjáum að núna voru auð og ógild atkvæði 3,5% og langmest af því eru auðatkvæði. Þannig að þetta er meira nota núna heldur en hefur verið og síðasta myndin er síðan af auðum atkvæðum eftir kjördæmunum og við sjáum að þetta er tilhneiging sem að gengur yfir allt landið. Það er allstaðar að aukast fjöldi auðra seðla. Mest í Reykjavík suður. Hvað? Já. Heyrðu, það var svo mörg voru þau orð, en við slum aðeins áður en við kvæðum við. Þú ert búin að vera hérna í allan nótt, hvað frá því 9 í gærkvöldi? Já, það er nú ansið vel að... Það líður nú ágætlega, er það ekki? Príðilega, eftir miðað við aldur og fyrir störf. Já, það er nú gott. Slum aðeins fara í stjórnarmynduna vera. Þau eru búin að ákveða að hittast í dag. Já, ég held að það sé langlíklegast að Samfylking og Vinstri græn muni standa við þá stefnu sem þau kynntu kjósendum að mynda stjórn saman eftir kosningarnar. Ég held að það séu yfirgefandi líkur á því að það takist. Já, og jafnvel bara næstu dögum. Það gæti vel verið, en hins vegar eru nú komnir hér foringjar úr stjórnmálaflokkunum og kannski eðlilegt að spurja þá um það. Takk fyrir það. Þau ætla að vera í aglu eftir.
Egill Helgason tekur við með óhefðbundna útgáfu af silfrinu að öðru leyti kveðjum við héðan af þessu borði. Takk fyrir, verið sæl.